Góðan daginn og velkomin. Og við ætlum að kveikja kertum á. Og svo vanalega þá verður tvö. Veistu af hverju þau eru tvö? Þetta er nefnilega biblíuþátturinn okkar. Og við erum svo heppin að Guð gaf okkur ákveðna uppstillingu með hann. Og ég verði víst að hlýða því og það er mér það kært. Hlýðin og góður strákur. Og setja þetta allt saman upp eins og hann vildi að það væri. Og þegar hann fer að ráða, þá verður þetta líka leið svolítið stílhreint. Það er ekki rétt um mig. Það var ekkert ekki rétt. Og ég held að allavega er mín reynsla að það er einfaldlega langbest að hlýða bara Guði. Leyfa honum bara að sjá þetta. Hann veit nákvæmlega hvernig þetta skal gert og nákvæmlega hvernig það kemur best út. En þetta er sem sagt biblíuþáttur númer, ætli þessi sé ekki númer 165. Þannig að þú sérð, þetta er einu sinni í viku, að þá er þetta nú búið að vera nokkuð lengi og lengur en maður heldur. Og fljótt að líða. En það hef ég líka séð og oft talað og ég held að þú takir undir af mér, að Drottinn hann tjaldar ekki með neitt til einn og nætur. Og þess vegna segi ég að Guð sagði aldrei Pétri eða Páli að taka nú saman, nú var þetta orðið gott. Nei. Sumt af þessu hættir vegna þess að menn, kannski er það nú svona ljóður, að menn ger ekki ráð fyrir neinum aftaka eftir sig. Af hverju? Ég á það og þú mátt ekki fá það. Það sé nú ekki eitthvað af þessu sem ræður för þar. Ég hugsa það. En þetta er eitt það slakasta, eins og slakasta aðferð sem þú hefur í Jesú nafni. Já, nákvæmlega í Jesú nafni. Það er þetta Jesú nafn sem ræður, ekki ég. Og þess vegna ertu að horfa hér á þessa uppstillingu. Þú hefur 1001 skoðun á henni. En þessa uppstillingu gaf Jesú mér. Og ég þá breytinni. Er ég meiri en Jesú? Nei, en ég vil gera viljans. Og ég vil gera þetta nákvæmlega eins og hann gerir. Sem gefur fyrirmæli Ég veit ekki, kannski gefur hann ekki alltaf fyrirmæli hvernig hann vill hafa það, en þar sem hann gerir það, þar skulum við líka bara lúta því. Það kemur alltaf best út að hlýða Guði. En þetta eins og við vorum að tala og þú kannski veist orðið að þetta er biblíuþátturinn okkar. Númer mögulega 165. Ég maður það ekki, hann ekki starf þessu rúlega meira, ég maður það, er hann ekki meira? Það skiptir ekki máli. En hann hefur verið í nokkur skipti, nokkur reglulega, eins og duttu út, 2 mánuði eða ekki. Og það listi nú ekkert á. En nú er þetta byrjað aftur og þú getur tekið gleðið þína tilbaka ef þú vilt. Það er ekki skylda. Það er samt betra. Orð Guðs stendur alltaf fyrir sínu og þetta orð Guðs sem við erum með að horfa á hér er bara biblían sem að lærisveinarnir voru með. Er ekki merkilegt? Ekki merkileg ef þú skoðar heildarmyndina. Hver er hún? Jesús lifir. Hann var með strákunum, Pétur og Páli og
Jóhannes öll og þeim, hann er líka með konu á Hrafnagötu og þér sem guðsmanneski, sami Jesú. Hann nefnilega sigraði dauðann, fyrstur að rísa upp og segir, krakkar mínir, þið komið líka á eftir mig. Og hverjir eru krakkarnir hans? Fólk sem hefur tekið trú á Jesú Krist, fólki sem hefur rækt sína trú í Jesú nafni og fólk sem hefur staðið af sér stormana í Jesú nafni. Akkurri, annað er ekki að ræða. Jesú nafn er eitt og það er alveg sérstakt. Jesú nafn er rosalega áhugavert. Ég er nú búin að kynnast mörgu, og kannski ekkert meira heldur en þú, en ég er búin að kynnast mörgu og ég segi enn að þetta Jesú nafn er það flottasta sem ég hef allavega ennþá kynnst. Er til eitthvað betra, þá er það bara eitthvað í heiminum. Nei, það er ekki til neitt betra. Því heimurinn er ekki komið til að vera, þetta til að fara. Og veistu af hverju? Það skeiði nefnilega svolítið sem átti aldrei að skeið. Syndinni var hleypt inn í mannlífið gegnum 2 manneskjur. Við sjáum að einstaklingar, þeir ráða rosalega miklu það hvernig þetta allt er. Við fáum daglega fréttir af stríðum, mannföllum og grátri og gnistaran tanna. Hverjir standa á bak við það? Yfirleitt einstaklingar. Einstaklingar sem komast á bak við kerfi sem þeir beita því miður stundum til illra verka. Og einhvern veginn þá sprettur illskan fram og mannslífið er á slíkum stöðum einskis virði. Aftökur til hægri og vinstri og ekkert nema ótti og angist. Og svo eru menn að hissa á því, og þú veist að þetta er svona, svo eru menn hissa á því að til séu menn og konur sem að vilja breiða eitthvað annað svolítið efnilegara og glæsilegara út en þetta. Þetta er svo sem ekkert verið að breiða þetta út, þetta er fyrir allar á augu í dag. Það er ekki allir sem lifa við þetta og sem búa við sprengjugníin, en við heyrum það hann í fréttunum ef við erum ekki á staðnum. Og finnst þetta alveg svakalegt. Og svo, ef ykkur er að boða Krist, krossfestarhlaupurinn, þá vill helst enginn hlusta. Mönnum er ekki gefið að hlusta, því að þeir verða fyrst að frelsast. Þá vaknar þessi áhugi. Og þeir koma þá við hliðin á mér, sem segir, þarna er lífið. Og þarna er nefnilega lífið. Og undirstaðan undir þetta allt saman er þessi bók. Þannig bara er það. Hún heitir Biblía. Ertu biblíufróðastur maður allra manna? Nei, ég var snúið það. Ég held reyndar að slíkur maður sé ekki til, en ég held samt að sumir telji sig fróðari öðrum, og það getur alveg vel verið, að menn séu fróðari öðrum. Og veistu af hverju það er, ef einhver er fróðari öðrum? Hann hefur þó gefið þessu meiri tíma en aðrir. Þetta snýst allt um það. Hvað verður miklum tíma í að stúdera orð Guðs? Ég veit það ekki. Það er allt í lagi fyrir þig sem manneskju að stúdera þetta mál. Og þú segir kannski eins og ég, já, ég les þetta nú hverjum degi. Og við erum ekkert að skröka neina. Þannig er það. Akkur erum við að segja þetta? Til að hreykja okkur?
ég get sagt þér það að öllum nákvæmlega saman það hvort þú og ég séum að lesa Biblíuna. Þannig við erum ekki að reykja okkur af því, en við erum að segja sannleika þrátt fyrir það. Þetta er langt síðan maður sá þetta að fólki er nákvæmlega saman þetta. Kannski gleðst einhver, en svona oppimann er nákvæmlega saman það hvort þú ert að lesa orð Guðs eða lætur það bara standa á sínu stað. En ég sem einstaklingur er aldeilis ekki sama og ég sem einstaklingur vakna inn í trúna í raun og veru með þá vitneskju með mér að þetta er það sem ég þarf að rækta. Ekki bara þegar ég nenni, heldur daglega. Og það er með það sem að Drottinn vill, hann vill að við ögum okkur undir þetta. Ég þekki agan aðeins og eftir því sem maður gengur lengur í aganum, þá verður á manni bara maður fyrir að elska þennan aga. Ég kann vel við aga. Það er í aganum sem að maður gerir þessi verk. Og við erum náttúrulega tímakallar og það er ekki verra að vera tímakall. Ef þú ætlar að aga þig, segju það til að lesa, þá ráðlegg ég þér það, veldu tíma til þess. Við gömlu kallarnir, við náttúrulega höfum allan tíma sem við viljum og það er gott að vera komin á þann stað að maður bara ræður þessu sjálfur. Ég kvarta ekki yfir því. Og ég er áfram trúaður maður. Ég vil áfram vera undir þessum hatti og gera daglega eitthvað skemmtilegt. En ég þarf þá að merkja við staðinn sem ég gera ná. Og þarna kemur Ægir til skjalanna. Og mitt fyrsta verk, eins og ég oft talaði þetta er svona kannski bara ráð til þín, sem þessi að spyrja að því hvernig best að gera þetta. Og það sem mér hefur reynst best, það er að gera þetta á hverjum degi. Og gera það helst ef maður er í þeirri aðstöðu, áður að gera neitt annað. Eins og þú sér þennan mann, hann er nú ekki 15 ára, þú sér það nú. En hann kom að ellilaun, komin á þann stað og þá í raun hefur hann allan tíma sem hann vill. En þessi sefur ekki til hádegis á hverjum degi og leiðist allan daginn. Nei, hann er komin upp vanalega klukkan 7 á morgni og nú trúir ekki orði af því sem hann er að segja. En þetta er nú samt svona. Trúin, ég get alveg sagt þér það, að það hefur ekkert afl breytt mér meira en trúin. Það hefur ekkert afl fengið mig til að lifa lífinu lifandi nema trúin. Og það er enginn að vera neitt undrandi á því og ég geri verk trúarinn. Já, ég elska að gera verk trúarinn. Þess vegna undirbýi mig alltaf á hverjum degi til þess að þetta vaxi sem en minnki ekki. Ef ég ger ekkert, þá hefur þetta alla byrði til að minnka. Og það er náttúrulega þá til einskis unnið og erfiðar ef maður lætur þetta fara svo ofarlega, sumir gera það. Hvað er það annað að gefa bara sumarfingurinn í þetta eða vísifingurinn í þetta og hlaupa svo út? Það er ekkert annað bara, maður bara bortið þetta, vil ekki sjá þetta. Fyrir hvernig er það? Fyrir 2 árum síðan, segjum það, þá varstu svoleiðis bara fljúandi og engjum að það var svo gaman. Nú er ekkert gaman. Við munum öll lendi í þessu. Við köllum þetta dali. Og svo ris. Dali og ris. Svona er trúin mín kæri. Allt með tilgangi. Ef þú reynir aldrei neitt í trúnni, þá verður alltaf barn í trúnni. En Guð sér til þess að þú reynir ýmislegt í trúnni
til að þú sért ekki bara endalaust barn í trúnni. Þannig að hann veit alveg hvernig hann á að fara að gera þetta. Hann veit alveg hvernig hann á að fara að. En við verðum að leyfa honum að fara að því eins og hann vill fara að því. Og ég get sagt þér það að öll erum við samt á einum og sama stað. Og hver er þessi staður? Orð Guðs. Bókin. Já, bókin sumir eiga erfitt með að lesa, en þeir finna þá bara einhverja aðra leið til þess að komast yfir orðið. Það er hægt að fá þetta í hljóðbókaformi. En þetta, það náttúrulega hefur ekkert alltaf verið til, og það hafa alltaf verið til menn og konur sem hafa átt í vandræðum með að lesa svo fyrir þetta. Hérna í eina tíð, í eldgamla daga, þá var fullt af fólki bara ólest. Hvernig fór það að? Ég veit það ekki, en allavega eitthvað segir mér það að trúin hafi sennilega verið hvað öflugust á þessum tíma. Hvað gerði fólk? Það hlustaði. Það lærði ritninga þess utan það. Þess að prestarnir sem við vitum hérna í eina tíð, þegar engin biblía var til, og ég veit sögur af einu blaði úr biblíun gekk á milli presta, samt voru alltaf ræður. Þeir segja mér það að þessi menn hafa lagt á sig að læra utan að kannski heilu kaflana í biblíunni. Það er nú aldrei flott að kunna heila kafla utan að í biblíunni. Það finnst mér alveg bara mjög áhugavert. En orðið hefur alltaf gengið út. Drottinn setið þeir að þetta sé gert og gerir þetta eins og hann vill, þegar hann vill. Það er nú það merkilega við Drottinn. Hann gerir þetta bara eins og hann vill, þegar hann vill, og við njótum góðs af. Þú athuga þar að það er búið að vera kristni hér í þessu landi í yfir 1000 ár. Og það er langur tími. Þó það sé kannski bara einn dagur í augum Drottins. En þá var það mjög langur tími fyrir okkur. En trúin á Krist er búin að vera við lýði á 3000 ár. Kannski bara dropi í hafið hjá honum, Drottni. Þannig er þetta svolítið öðru sem við. Þetta erum við hér bara skamma hríð. Og suma okkur notum allavega suma daga til að einhenda okkur í trúarfræði. Af hverju? Er það einhver raun? Það er allavega, ég veit það ekki. Já, ég held nú ekki. Ég held að ef þetta væri raun fyrir menn þá væri þeir auðvitað ekki að þessu. En já, ég held að það sé nú ekki raun fyrir menn sem eru á annar borð í þessu. Sjálfur elska ég að vinna með Guðs orð. Og ég byrjaði strax á að vinna með Guðs orð. Og ég lærði auðvitað mína leksíu. Ég var með árnaðar mann, góðan mann, og hann vissi að ég var áhugamaður auðvitað og ég man alltaf eftir því og ég lærði rosalega mikið þarna. Og ég kem með stíl og lesa hann fyrir hann. Gott ég að það konar honum, sagði hann. Þannig að lestu þetta. Hei, þetta er einhver, svona getur við nú ekki haft þetta. Og ég er náttúrulega ekkert vanur því að vera neitt að bara lúffa þarna. Ég tel mig verið að gera rétt. Þannig að það eru svona smá hneyfingar. En hann sagði við mig, Konráð, þú ferð ekki hérna út fyrir dyr fyrir en þú ert búinn að skilja þetta. Og Konráð skildi það, loksins. Og lærði alveg rosalega góða leksíu þarna. Að, já, maður þarf bara að vanda sig við þetta. Ég reyndi svo sem að vanda mig og hef alltaf reynt það. En skilningurinn var ekki sá sem hann er í dag. Og það er alveg eðlilegt. Þegar þú ert búin að vera stutt í einhverjum fræðum og þá var náttúrulega veistu miklu minna heldur en 30 ára seinna. Það segir sjálf. Og ég var þarna og þetta er allt saman stillt af Guði. Þessi maður var
var með mér þá, hann átti skólastráki svolítið til og hann gerði það. Það mátti hann eiga og ég er þakkláttur fyrir það. Það var ekkert að hlífa neitt í því. En ég lærði mína lessi og fekk þarna rosalega góðan skóla þó ekki tæki ég það nú ústundu á þeim tíma. Það er allt annað mál. Það er seinna, eða bara ég sá það þá. Já, þetta nú í streitt jöður, þetta á ekkert að vera svona. Þá tók ég ákvörðun það að framvegis myndi vanda þetta miklu meira. Og þá fekk maður alveg nýja sýn á þetta allt. Og hver var þarna að verki? Ég held að við vitum alveg hver var þarna að verki. Það var bara Drottinn var að undirbúa þennan mann í ákveðið hlutverk sem hann var búinn að undirbúa. Og það er engin spurning það að þetta er svona þegar ennþá er ég við þetta. Að gera nákvæmlega sama og grunnatriðin voru þegar að kallinn stökk upp á nefsér með það og ég var eftir honum. Og var svona smá hnippingar þarna, ekki slagsmál, við vorum ekki það. Það voru smá orðahnippingar og ég, feiti kallinn úr Hafnarfirði, hann var að gefa sig. Stór og stoltur maður. Það er nú ekki spurt að því. Rétt skal vera rétt. Þess vegna skalt þú, sem er svona að byrja, við erum náttúrulega öll að byrja, það er náttúrulega endalaust verið að setja inn fólk og þetta fólk er þá að byrja sem er farið þjónustu og verða svo kannski miklir og öflugir þjónar en þeir byrjuðu einhvers staðar. Kannski gera allir sömu mistök og ég held reyndar að allir hafi sinn mann eða konu sem að styður á til að byrja með til að þeir gera þetta rétt. Drottinn stillir þetta öllu saman. Ég held að við séum alveg pottþétt sammála það, þú skoðar þitt líf, þá sérðu gönguna þín að henni var svona ákveðið stillt upp með vissum hætti. Og þú varst með ákveðið fólki í kringu þig. Kannski allt annað fólk núna heldur þú varst með til að byrja með, það er þannig hjá mér. En þeir eru þarna allir vinir mínir í dag og sem reyndar eru farnir og Guð blessi minningu þeirra. En þeir eru bara í sínum embættum. En það er samt fullt af fólki í kringum hann sem kemur og fer. Þannig er lífið í Kristi og þannig líka er lífið. Já, við skulum lesa hérna einhverjar fallega orð í hérna orði Guðs. Sálmarnir er alltaf rosa fallegir. Ja, Jobs bók er nú líka mjög falleg. Finnst ég kannski ekki þar í hana. En við erum hér í biblíuþættinum okkar og við erum svona hvetja menn til þess að lesa sjálfur biblíuna. Það er svona megið þema þessa þáttar. Við erum ekki með kennslu þannig séð. Kannski kemur nú seinna, það er nú alltaf gaman að kenna upp á biblíunni. Það getur nú alveg viðurkennt. En við erum núna í 21. kafla Jobs bókar. Og þar segir: hlýðið á mál mitt með athygli. Það væri huggun af yðar hálfu. Sýnið þolinmæði svo ég geti talað. Þegar ég hef talað geti þeir hætt mig. Beini í hamtölum mínum til manna. Hver skildi ég ekki vera óþolinn móður? Lítið á mig og látið þau bregða. Leggið hönd á munn. Við sem þekkjum sögu Jobs vitum að Guð, hvernig sem á því stóð, gefur honum eiginlega bara frjálsar hendur til að gera hvað sem er við umgjörð Job og fjölskylduna. Og þetta kemur rétt eðli Satans mjög vel fram, því að hann er þarna sá sem var á spjalli hjá Drottni
og hann sem sagt lyftir upp vendahjópnum og kallinn fer þar inn, Satan, og örskot stund þá bara eyddan eiginlega öllu Jobs á örskot stund, já, en hann tók þau ekki líf þeirra, það var bara vegna þess að Dálítið sagði, snertu þau ekki. Þetta er líka mynd af því að Satan, ekki óunnur manna og leið Guðs, gerir ekkert nema hann hafi leyfi Drottins til þess. Og af hverju gefur Drottinn leyfi þessu mótámi? Ég veit það ekki, en sjálfur get ég nú kannski verið með þá skýringu að þetta er allt saman vegna syndarinnar. Það er yfirfljótandi af synd í heiminum og syndin, eins og við vitum, hún gerir bara það sem hún vill. Og það er ekkert gott sem kemur út úr henni. Þetta fekk Job að reyna og horfði á gerast á bara nokkrum mínútum jafnvel. Þetta segir ekki hvað langan tíma, en eitthvað segir mér það að þetta hefur alltaf verið bara nokkrum mínútum. Þannig að við sjáum líka að þetta afl sem lýgur og er bara þar, er mikið afl, okkur sterkara, og líka er þetta myndir af því hvað við ráðum í raun og veru litlu. Ekki átti Job von og öðru heldur en hann fengi bara að blómgast og eflast í sínu ríki, má segja. Þetta var vel öfnaður maður, hann var stór ríkur. Já, og kannski myndi hann teljast enn vera stór ríkur ef hann væri upp í dag. En hvað skeði? Hann horfði á eftir þessu fara bara á nokkrum mínútum þessum. Þetta var allt saman til þess að senda inn í framtíðina. Við sem hver veit ekki söguna af Job og hvað skeði fyrir hann? Ég hugsa, svo manni sé ekki til. En Drottinn, að því hann er góður og hann sýnir gæsku sína líka með Job og vald sitt líka og hvað Satan gerir þar sem hann kemst að. Og hann eyðir öllu Jobs nema þeim hjónum. En Drottinn seinna, eða bara fljótlega, gefur honum þetta tvöfalt tilbaka. Job fyrir þetta var stórefnaður maður. En eftir þetta, þegar þetta er allt komið í gang aftur, verður hann vel auðugur. Aldrei sem fyrr er hann ríkur. Í efnalegu tilliti. Þannig það er alltaf, þetta er líka mynd af því að það er hversu mikill akkur er í að þjóna Guði. Og líka að þú verður aldrei fyrir þannig sér neinu tjóni, en það getur ýmislegt gerst. Myndin af Job, hún sýnir okkur það. Hún sýnir okkur líka algjöra vernd sem að óvinurinn Satan sér og bendir Guði á. Það verður nú ekki þessi bógur að þú verður ekki með vendar en ekki á bak og brjóst. Þetta voru skilaboðinir en veru. Þannig að hann veit alveg þessa vernd. Hann veit, hann kemst ekkert að fyrir þessari vernd, nema Guð leyfi. Og ég held að þetta hafi nú verið mest svona sýnikennsla til mín og þín þetta afl sem við raun og veru stjórnar öllu. Við erum hérna miklu og stóri kallar, veitur og hafnarveitir sumir og þykist þú ráða einhverju. Við erum að setja plön og við erum að gera þetta og við erum að gera eins, setja lög og allt saman það. Það er bara til þess að stilla okkur af í raun og veru, til þess að við séum svona til friðs þar sem við erum. En í heildarmyndin, stóru myndin, við ráðum ekkert til hana. Og ég spyr, og kannski ég hefur spurt þig líka, hver af þessum mönnum
hefði getað stoppað þetta sem að Drottinn var búinn að ákveða? Hver? Enginn. Það kom bara eins og stormsveipur. Allt í einu horfir Job og allt sitt farið. Skildi á það? Alveg pottþétt ekki. En þetta er staða Jobs á þessu andartaki. Sem sýnir okkur að Guð er allt í öllu og það gerist ekkert ef hann segir, hey vinur, þú gerir þetta ekki. Þetta er svo Guð sem ég þjóna, þetta er svo Guð sem ég er að benda á, þetta er svo Guð sem hefur öll völd á himni og jörðu og það er talað um hann sem þetta. Svo eru við þessi litlu stubbar hérna á jörðinni að þykjast vera eitthvað. Já, litli stubbar á jörðinni. Gerandi þetta, breytandi þessu, búnar að, já, ég raun og vera eyðileggja jörðina með því sem við erum að gera. Og það koma flóð og þau verða aldrei stærri en núna vegna þess að það er búið að þrengja árfarvegi og færa landi út í sjóun og svo framvegis. Þessu var öllu afmarkaður staður að vilja Guðs. Og hvað segir ekki Drottinn í lokin? Það er fullkomnað. Allt er gert fullkomið. En svo kom ég og þú og í hroka mínum og við alveg svakalega flottar hugmyndir um þetta og hitt og alveg svo getum allt borum okkur í gegnum fjöll og stíplum fyrir því og veit ekki hvað og hvað. Þetta er allt með afleiðingar. Allt með neikvæðar afleiðingar. Því miður verður bara að segja það eins og það er og þú þarft ekki neitt svakalega mikla visku til að sjá að svona er þetta og ekkert öðruvísi. Flóðin sem við erum að horfa á, við segjum hvað hann var að línun, að hann var að heita eitthvað. Þetta er allt vegna þess að við gerðum ekki rétt. Vorum að hrófla við því sem við áttum aldrei að hrófla við. Svo koma þessi vatnsföll, jöklarnir og hvað þetta er sem að bráðna og safna vatni svo hleypir þetta fram. Og þetta var bara að fá að hafa sinn gang, þetta rennur allt í sjáa. Ef við erum að breyta þessum leiðum, þá bara heldur vatnið áfram og flæðir yfir það sem það getur. Og við erum kannski búin að byggja tún og engi og hús og allt og þetta bara fíkur með. Er þetta ekki svolítið sagan? Jú, þetta er sagan. Hvernig bætum við þetta? Við bætum þetta ekkert, en við getum gengið til liðs við Jesú. Það getum við gert. Og þá hætta allar svona hugsanir eitt og annað, maður bara eiginlega lætur daginn duga. Hann er núna og við getum gert svo margt gott í þessum degi. Við getum meira þess að brosa hvort til annars sem við viljum það. Og það getur vel verið að það hyrgi í hjarta einhverja, ég veit það ekki. Jú, örugglega. Er ég þessi brosmildi maður? Það veit ég ekki, ég hef aldrei bælt í því. Ert þú það? Já, það verður gott fyrir þig og ef þú væri það, ég veit það ekki. Ég velti þessu ekki til mér. En ég ætla á móti elska að láta þig vita á orði Guðs. Þú heyrir mikið reyndar, ég er ekki að stoppa mann á göngum og tala við hann Jesú. Kannski ætti ég að gera það. En ég hef aldrei verið þar, svo ég mun, nei, ég hef aldrei verið þar. Ef ég er spurður, já, þá svara ég, já, ég segi nú allavega að ég þekki, að ég sé trúaður. Ég raun og veru nenni ég ekki að vera að ræða trúmál við Pétur og Pála því að þurfa að fara að útskýra allt og svo rendar þetta allt í einhverju þvargi og rifrildi. Ég nenni ekki að standa því. Og ég þarf þess heldur ekkert. Það er svo hægt að gera svo margt annað þó maður standa ekkert í svoleiðis karpi. En kannski er einhver kallað til þess að standa í þrasi og reyðurildi við mann og konu leiðlanga daginn. Ég reyndar held nú ekki að neitt sé kallað til þess.
Til friðarins vorum við kölluð, segir nú drottinn. Ef við erum að búa til ófrið allt í kringum okkur, þá erum við ekki að búa okkur leið til friðar og greiðarstað. Við erum að búa okkur til eitthvað allt annað. Þannig allt þetta nú svona í hendi okkar, hvernig þetta virkar og verkar, og þetta bókin sem að hjálpa okkur alveg rosalega til þess að við séum með okkur sjálfa í lagi. Og ég get alveg sagt þetta að maður sem með sjálfa sig í lagi, að hann þolir nú nokkuð mikið. En hann hefur auðvitað mikið og allt gert til þess að þú sért ekkert í lagi. Og þess vegna heimurinn eins og hann Vegna þess að það svo margt í ólægi í heiminum. Og ánægjuvoginn stendur nú yfirleitt mjög lágt. En af hverju? Við höfum nóg af öllu. Við eigum allt sem við viljum. Þetta segir okkur líka það að þetta sem við eigum, mikið og margt, að það ekki að svala þessari innri þörf mannsins. Þar eitt kemur orð Guðs. Alveg sama hvað þú reynir, það kemur aldrei neitt í staðinn fyrir trúna, hún kemur fyrr, og svo það sem hún hefur að gefa. Hún gefur orðið. Hún leiðbeinir í orðinu. Hún ekkert að etja þér út í hitt. Nei, það þín ákvörðun. En Drottinn segir, og þú mátt vita það, að ég mun vel fyrir sjá. Sem sagt, þú mun alltaf hafa nóg að bíta og brenna og að klæðum eins og þú þarft. Þetta mín reynsla, þetta algjörlega mín reynsla. Þeir tíma voru í mínu lífi að ég átti nú ekkert mikið í ískapnum og ég nú oft sagt frá því að það var eina tíma sem að skeði þegar ég opnaði ískapinn og kveiknaði ljósið, það var ekkert inn í honum. Maður átti enga pening. Maður var svo oft peningalaus. En þetta liðin tíð. Þetta hvarf þegar ég komst til trúar. Það hvarf þetta. Og ég náttúrulega á ekki mikið af peningum og mér alveg saman það. En ég á allt sem ég þarf. Og ég geti gert það sem ég vill. Ég gæti þess vegna farið til útlanda. Já, morgun þess vegna ég vildi og ég nú að stefna á aðra Liverpool-ferð en ég búinn að vera að því sem ég fór hinn lauk en ég nú ekki ennþá farin en það kemur að því að ég fer, ég þarf bara ákveða dagi. En ég mun þá geta það. Ég mun þá geta það. Og það nú bara plús. Ég kann rosalega vel við þetta. Af hverju? Af því ég þjóna þessum Guði sem segist vera það sem hann Það nú munurinn. En það fer nú svona að líða að lokum þessar þáttar. Og ég að hvetja þig til þess að rýna í orð Guðs og læra af orði Guðs. Þú sérð eftir svona skemmtileg stöð að þetta nú bara býsna gaman. Ég elska að gera þetta. En Konráð kveður heldur þessu góða verki til Drottins áfram og þið megið alveg biðja fyrir þessu í Jesú nafni.